Komið bless og sæl og verið velkomin í hús. Ég heiti Gunnþóra Ólafsdóttir og býð ykkur hjartalega velkomin fyrir hönd Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklansans. Í dag ætlum við að kynna á þessari hátíðskynningu sem hinn þriðja í röðinni, niðurstöður rannsóknar sem við unnum í samvinnu við Rannsóknasetur verslunarinnar. Og rannsóknin, hún fjallar þætti bókunarfyrirtækja í rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar. Við hjá Ferðamálastofu fundum það í fyrra, við fórum og heimsóttum ferðaþjónustufyrirtæki víða land, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi og við fundum á ferðaþjónustuaðilum að bæði að róðunum væri þungur en einnig það að hversu mikla áhyggjur voru af þessum bókunarþjónustum. Að þeir væru bara konum með svolítið markaðsráðandi stöðu. Þannig að við ákváðum í framhaldinu að gera tilraun til þess að fá svolítið góða mynd af þessu og inntak verkefnisins sem við erum að kynna hér var að fá gott yfirlit yfir starfsemi og hlutverk bókunarþjónusta hér á landi, rýna síðan í rekstrarumhverfi ferðaþjónustufyrirtækja til þess að kanna hversu háar upphæðir að fara í þetta í raun og veru og síðan ekki síst að fá fram tillögur að góðum lausnum. Nú þeir Árni Sverrir Hafsteinsson og Aron Valgeir Gunnlaugsson, sérfræðingar og forstöðumaður, Árni forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar, tóku þetta að sér og hafa verið að vinna við rannsóknina síðan í október í fyrra. En nú okkur ekkert að vanbúnaði að hefja leikinn. Við höfum þann háttin á að þeir fá cirka 40 mínútur fyrir sína framsögu, þeir kynna verkefnið og helstu niðurstöður. Síðan tökum við spurningur úr sal og spurningar á netinu, en viðburðurinn strengt beint, þannig að við hvetjum þá sem eru í netheimum að senda okkur endilega spurningar í gegnum Facebook. En við höfum svona cirka 10 mínútur fyrir spurningarnar og miðað við að hætta 1:00. En þá okkur ekkert að vanbúnaði, við bjóðum þá velkomna bæði Árna og Aron. Gjörið svo vel. Já, komið sæl. Gaman að sjá okkur öll hérna. Árni heiti ég og þetta Aron, kollegi minn. Ég sem sagt eins og hún Gunnþóra kynnti forstöðumaður Rannsóknaseturs verslunarinnar og Aron sérfræðingur hjá Rannsóknasetri verslunarinnar og við sem sagt tókum að okkur þetta verkefni að skoða aðeins umhverfis þessara bókunarþjónusta og við komumst fljótt að því að það að tala bókunarþjónustur í einhverju heild er eitthvað sem er kannski svona hvað ég að segja, það er afskaplega fjölbreytt hvernig bókunarþjónustur eru í hinum ýmsu greinum innan ferðaþjónustunnar. Það er sem sagt bara mismunandi kerfi, mismunandi aðilar, mismunandi bókunarþjónustur og mismunandi siður og hefðir. Þannig að þetta þrengdist í raun og veru fljótt niður í það við ætlum að skoða einn markað sem eru gististarfsemin. Við erum ekki alveg búnir að klára skýrsluna, hún ennþá það sem við kallum work in progress. Hún nú búin svona að stærstum hluta til, enda komum við hérna og tölum eitthvað niðurstöður og meðal annars tillögur til úrbóta. Við ætlum hins vegar að gefa þetta út að sjálfsögðu á pappír sem skýrslu og það verður núna á næstu fáum vikum. Nú, kannski höfuðmarkmiðið var að velta upp þessu hlutverki í virðiskeðjunni. Bara, virðiskeðjan þar að segja það sem við höfum eitthvað upp og downstream, fyrirtæki og svo einhverja neytendur og við ætlum svona staðsetja bókunarþjónusturnar og átt okkur á því hvort það væru, hvað var að segja, að sinna réttu hlutverki á réttum stað og þess háttar. En eins og ég segi þá eru þessar skorður á verkefnina. Við erum aðalega að horfa til gistiþjónustu. Við reynda fórum og tölum við fólk í fleiri greinum í ferðaþjónustu heldur en bara í gistingu. Og það væri gríðarlega gott að rannsaka þetta aðeins nánar. Svo það heimagistingin, Airbnb, við leitum fram hjá henni einfaldlega af því að það hefur verið hún hefur verið það hafa margir tekist á við hana, hún tekur mikið púður og hefði kannski beint sjónum okkur lítið frá því sem við vorum meira og höfðum kannski mestan áhuga á að svara sem var þá eitthvað í tengslum við þessar hefðbundnu B2B bókunarþjónustur. Nú bara svona kannski svo við byrjum að taka aðeins bara hvað þessar bókunarþjónustur eða OTA fyrir Online Travel Agency. Að þær eru staðkvæmar við ferðaskrifstofur að hluta. Þær eru
veita minni þjónustu og eru ódýrari til þóknunar jafnan. Þetta að sjálfsögðu allt saman eitthvað sem hægt eflaust að finna undantekningu á. Í almennum tali tölum við ekki bókunarþjónustuna sem ferðaskrifstofur, svona bara á íslensku hérna heima, þó svo að það kallist á útlenskunni online travel agency. Dæmi bókunarþjónustur eru hérna booking.com og expedia.com og þetta raunar leiðandi vörumerki þeirra tveggja samstæðna sem eru langstærstar á þessum markaði með markaðshlutdeild sem einhvers staðar rúmlega 80% líklega í heiminum en líklega yfir 90% hérna á Íslandi. Bókunarþjónustur, það byggja náttúrulega á því að vera þá milliliður og milli kaupenda og seljenda á tiltekinni þjónustu og ferðaþjónustufyrirtækið yfirleitt viðskiptavinur bókunarþjónustunar. Það að segja, það eru þessir aðilar sem að gera samning sín á milli. En síðan það neytandinn sem viðskiptavinur ferðaþjónustufyrirtækisins. Þetta svona kannski klassíska leiðin en svo höfum við að sjálfsögðu það að hérna bókunarþjónustan kemur hérna inn sem svona á ýmsan máta líka sem einhvers konar einhverjum viðskiptum við neytendan. Og þá erum við komið með svona ýmsa hluti eins og til að mynda ef einhver staðfestingagjöld þarf að rukka ef að hérna það eru notuð svokölluð sýndargreiðslukort sem bara önnur leið til þess að hérna höndla greiðslumiðlunina á milli viðskiptavinarins á öðrum endanum eða neytandans á öðrum endanum og svo þá gististaðarins á hinum endanum. Þannig að ferðaþjónustufyrirtækið og bókunarþjónustan gera samning sín á milli. Bókunarþjónustur að þær eru hugsaðar að hafa þann tilgang í raun og veru að koma neytendum og þá gististöðum saman í þessum skilningi en líka þá að vera ákveðið svona traustapparat. Það að segja að neytendur treysta bókunarþjónustunni, það samræmt einkunnarkerfi á bókunarþjónustunum þar sem að menn geta passaði sig ekki að koma inn á, þeir sé ekki í raun og veru þeir hafa þá einhverja samræmda skráningu þar sem að aðrir fyrri viðskiptavinir geta skoðað og þeir almennt sér treysta þessum ótíða þjónustum, þessum bókunarþjónustum. Hér koma í svona þrjú helstu þetta er svona grúpin, þetta er svona þau kallast Booking Holdings og Expedia Group og TripAdvisor. TripAdvisor ekki verandi sjálf bókunarþjónusta en á bókunarþjónustur. Hérna sjáum við þessi nöfn sem að margir kannski þekkja að hafa einhvern tímann séð. Booking.com, Priceline.com, Kayak, Agoda, Rentalcars, OpenTable, Expedia.com, Hotels.com, Trivigo, Orbitz, Travelocity, Hotwire, Carrentals.com, Viator, Bókun, íslenska, BookingBuddy.com, One Time Oyster og Seatguru. Og þannig að það eru langflest fyrirtækin eru einhvers staðar undir einhverjum af þessum höttum sem eru í þessum þremur móðurfyrirtækjum. Þannig að þetta er svona bara yfir heiminn þetta frekar svona samþjappaði markaður. En tekjurnar sem að stærstu bókunarþjónusturnar fá eru þá hlutfallslega af veltu, þetta eru þóknunargjöld sem eru mæld í einhverjum prósentum. Fyrir gistiþjónustu það svona stöðlu þóknun yfirleitt 15–18% og virkar þetta þannig að svona venjulegur grunnpakki þá eru menn að borga 15% af sinni þóknun, af sinni veltufyrirgefi sem kemur í gegnum bókunarþjónustuna til bókunarþjónustunar en svo ef menn vilja vera sýnilegri og koma á fyrstu síðu að þá geta þeir ákveðið að borga 18% og þá fara þeir bara ofar í sýnileika. Og það stendur ekkert sérstaklega á síðunum yfirleitt, ekki svo að ég allavega hafi séð að þeir séu að kaupa sig í raun og veru ofan í sýnileika. Sem að hefur náttúrulega ákveðin svona, það kemur þarna ákveðin svona spurningum hversu gegnsætt það er.
í afþreyingu sem dæmi, svo við tökum dæmi aðrar greinar innan ferðaþjónustunnar, þar er þóknun upp í 35% og eflaust ætti að fara hærra ef maður myndi skoða þann markaði nánar. Og 35% af tekjum tekið strax í byrjun er náttúrulega gríðarlega þungt fyrir flest fyrirtæki, myndi maður halda. En svo sjáum við líka í öðrum greinum eins og til að mynda bókunarþjónustu fyrir flugferðir að þar er þóknunin miklu minni, þannig kannski 2%, mismunandi eftir því hvernig þjónustan er sett saman og fleira. Enda er kannski fluggeirinn er náttúrulega ákveðið máta svona heldur kannski aðþrengdar upp á kostnaði sér, en þá er það einmitt kannski spurningin hvaða er sem að veldur því að við erum með sko sambarlegt business model sem getur virkað frá 2% þóknun upp í 35% þóknun eða jafnvel hærra. Þessar bókunarvélar að þær hafa helsta kostnaðarliðinn sem auglýsingar, það er að kaupa leitavél á leitavélum eins og Google og kaupa leitarorði eins og til dæmis þau geta keypt orðið accommodation og þá er hægt að velja hvort þú ætlar að kaupa það fyrir alla sem leita frá segjum Bandaríkjunum eða alla sem leita á Íslandi eða alla sem leita frá Bandaríkjunum á Íslandi til dæmis, svona sem dæmi. Og þessi leitarorð eru þó keypt gjarnan í gegnum einhvers konar uppboðskerfi sem að Google hefur, það sem að maður getur í raun og veru, og þeir þekkja sem hafa auglýst á Google eða Facebook, að það er þetta í raun og veru svona keppast þá áheyrn einhverja tiltekinna aðila, setja fram einhvers konar greiðsluvilja, á endanum endar þetta sem einhvers konar uppboðskerfi. En það sem kannski kemur á óvart þegar við fórum að skoða hvað leitarorð eru dýrust, að þá fundum við vel að fá svona ferðamannaorð sem segir okkur kannski það að þau eru líklegast bara keypt í heildsölu framhjá þessum hefðbundnu uppboðsorðum. Það við sáum til dæmis dýrustu orðin voru eitthvað eins og insurance, lawyer og eitthvað fleira og rehab sem var einhverjum undarlegum ástæðum. En allavega þá þetta eru orð sem kostuðu kannski $40 bara að fá klikk á svona auglýsingu á Google. En þegar við vorum að reyna að leita tölfræðinni fyrir ferðaþjónustuorðinu, þá voru þau bara einfaldlega ekki, þau voru einhvern veginn ekki á markaðnum, það var ekki til statistík fyrir þau. Og það er kannski aftur, ef við bara svona rétt lít hérna yfir, þetta er kannski ástæðan. Það eru örfáir aðilar sem eru mjög stórir og eru kannski að kaupa þessi orð framhjá einhverjum svona hefðbundnum kerfum sem við sem mögulega hefum einhvern tímann reynt að auglýsa í gegnum leitavélar eða samfélagsmiðla þekkjum. Og það kannski má taka fram að launakostnaður, hann er ekkit voðalega hár hjá þessum bókunarþjónustum af því að þarna erum við að tala um hlutföll, þannig að launakostnaður er sjálfsögðu eflaust hár í dollarum mælt, en þessi kostnaðarþáttur sem er að kaupa upp í raun og veru leitarorðin, það er kostnaðarliðin á rekstrarreikningnum sem skiptir máli hjá þessum fyrirtækjum. Og það er þá eitthvað sem skiptir eflaust líka máli á tekjuhliðinni hjá leitarvélunum eins og Google. Við fórum og fer kannski örlítið betur yfir aðferðafræðina eftir, en við fórum og tölum við ótal marga aðila sem eru í ferðaþjónustu og sérstaklega gististaði. Tókum viðtöl við einhverja 15, svona dýpri viðtöl við einhverja 15 gististaði og svo einhverja fleiri sem eru ekki gististaðir. Og svo áttum við samskipti við 80 fyrirtæki í tölvupósti til þess að svona fá nánari til þess að áætla hversu stóra fjárhæðir væri í spilinu í heildina. Það sem kannski kom í ljós er að hlutfallið var gríðarlega ólíkt á milli gististaða. Það er að segja, við gerðum kannski ráð fyrir að þetta væri kannski, þetta lægi á einhverju bili, fæstir færu kannski undir 20 eða yfir 80, en þetta var alveg sitt á hvað. Við höfum fyrirtæki sem voru með 0%, 6%, 98% og svona, það var allt þarna á milli. Þannig að þetta var
þetta var mjög svo fjölbreytt hvernig gististaðir voru greinilega að vinna í því að ná til sín sem sagt kunnum, af því þetta jú eitthvað tól til þess. Þannig að sumir virtust og þegar við tókum viðtöl voru einfaldlega bara fyll í skörðin. Það er að segja þeir höfðu þær nætur opnar sem voru ekki búin að bóka í gegnum ferðaskrifstofu með einhverjum löngum fyrirvara, stærri keðjurnar, sérstaklega. Og svo var einhver aðri sem höfðu aldrei nokkuð tímann gert neitt sérstakt til þess að sækja viðskiptavininn, annað en bara skrá sig inn á síðuna, borga 18%, það er að segja fá preferred packets, þannig að það komi fleiri. Þannig að sýnileikin eykst og þá koma auðvitað fleiri. Þannig að þetta var hérna allt á milli. Og svo var það eitt sem var líka svolítið óvænt er að það voru fáir, eða ég kannski ekki að segja fáir sem vissu það, en það voru margir sem vissu ekki hversu mikið kæmi í gegnum bókunarþjónustur á netinu og hversu mikið kæmi í gegnum ferðaskrifstofur til dæmis. Eða bara walk-in eða álíka. Þannig að það var í raun og veru kom svona, og það er náttúrulega fyrir þá sem einhver eins og okkur sem viljum búa til eitthvað mat á fjárhæðinni, þá náttúrulega kom það kannski pínlítið í opna skjöldu að upplýsingarnar á þeim endanum kynnu kannski bara ekki að vera til það nákvæmar að við gætum raunverulega búið þessa tölu til. En það er búið að gera þessar prósentur fyrir okkur í mörgum öðru löndum. Þetta er könnun frá Hotrec sem er raunar svona, já, Hotrec og Eurostat og þetta er einhver 3000 og eitthvað. Hvað var tölunar á bak þetta? Hotrec er sem Hospitality Europe og gerir spurningarkannanir sem send út til hótela í Evrópu á 3 ára fresti, eða 2 ára fresti. Síðan tók ég bara til tölurnar á Eurostat varðandi fjölda gistirýma í hverju landi fyrir sig til að bera saman, eins og sést kannski að þá er rosalega misjafnt hlutfall í löndunum og eins og takk ég eftir Hollandi sérstaklega þar sem eru með 44,8% í gegnum OTA þjónustu miðað við önnur lönd til dæmis sem eru kannski að fara niður í 20%. Og þegar maður tekur íslenska markaðinn eins og Árni nefndi áðan við getum alveg trúa að þessi tala sé svipað á Hollandi ef ekki hærri. Já, en sem sagt, þetta eru sem sagt þá tölur fyrir önnur lönd og þetta er hlutfall OTA í gistiþjónustu í öðrum löndum og þetta eru eingöngu þau lönd þarna tekin til þess sem voru tölfræðilega marktæki fyrir könnun. Það eru til upplýsingar einhver fleiri lönd en það var eitthvað sem stóðust ekki þau tölfræðapróf sem þessi tilteknu rannsókn tók til. Já, hérna getum við séð hvað er sem bak við þessa könnun. Og það sem kom í ljós í þeirri rannsókn var að minni hótel og minni gististaðir reiða sig mikið á OTA og það hefur aukist undanfarin ár. Og hérna sjáum við einhvers konar meðaltal fyrir löndin í Evrópu, vegið og 19,7% 2013. Þannig að við sjáum að þetta hefur vaxið hlutfallið. Og Booking er hérna með 66,4% og Expedia með 16,6%. Það er kannski ágætt að vekja athygli á því að þessar keðjur hérna hafa ólík hlutföll á milli heimsálfanna. Þannig að Booking er sterkara til dæmis í Evrópu og þetta þarf ekki að kannski segja til hérna heildarmarkaðinn í heiminum en þetta er svoleiðis þar. Við förum kannski aðeins yfir þessi viðhorf sem við fengum hjá þeim sem við tókum viðtölu við, að þá voru þau gríðarlega svona pólariserð, þau voru afar fjölbreytt. Og þetta eru sem sagt gististaðir sem við vorum að taka viðtöl við sem þetta byggist á. Sumir voru jákvæður og aðrir neikvæðir og það voru fáir kannski eitthvað sérstaklega mitt á milli. Það var eiginlega þannig. En flestum fannst þeir þó vera svona einhvern máta læstir innan þessa kerfis, það er að segja innan þess að þurfa að taka viðskiptin í gegnum þessa síður. En svo voru menn svona, já, þetta kannski getur sagt, þetta var svona nokkuð skonar ástar-haturs-samband á sumum stöðum og það er eiginlega, já, akkurat. Og svo
var líka merkilegt að það voru margir illa upplýstir skilmál og OTA og þið þekkja þegar þeir eru að fara í gegnum eitthvað á netinu, ætla kannski að kaupa eitthvað á netinu og þeir fáið svona einhver skilmálasíðu sem eru 20 blaðsíður á einhverju útlenskri lagaensku eða eitthvað og það les þetta enginn og þetta náttúrulega pappírinn sem gíslistæðinni fá frá sínum bókunarþjónustum og innihald alls konar svona hluti sem menn eru kannski ekki alveg vissir á. Auðvitað eru kannski stærstu keðjurnar eru með einhverja lögfræðinga sérstaklega til að fara svona pappíra. En minni aðilar þeir hegða sér líklega bara svona svolítið eins og við þegar við skrollum niður pappírinn og ítum á accept. En við fengum frá gististöðum nokkur jákvæð sjónarmið og byrjum á þeim og svo tökum við neikvæð sjónarmiðin og bara skoðum aðeins svona, eins og ég segi, þessi afar ólíku viðhorf sem við fengum. OTA-þjónustur eru sveigjanlegri en ferðaskrifstofur. Einhvern veginn er það náttúrulega þannig að OTA-þjónustur eru gjarnan að það eru gjarnan að koma einstaklingar eða mjög litlir hópar, bóka 1 og 1 herbergi, eitthvað svoleiðis. Þannig er þetta að fylla upp í misstórar eyður í því sem þeirri nýtingu sem þeim ónýtta fjölda herbyggja sem til staðar á hverjum tíma. Og svo þessi punktur númer 2, kúnnar í gegnum OTA eru almennt meira sjálfberga og kunna almenna siði. Og þetta var svona, þetta var alveg nýtt og það hefði ekki dottið þetta í huga. Þá voru einhverjir sem sögðu við viljum freka fá OTA-kunnana að þeir kunna ferðast. Þeir vita alveg að þeir eigi ekki að taka handklæðin og eitthvað svona. Þannig að það var í raun og veru, og þetta er aftur þetta sjónarmið ákveðin rekstrar gististaða en ekki endilega tölfræðilega marktækt mat okkar á hegðun einstaka hópa túrista. Svo var einhverju sem notuðu svokallaðan billboard-effekt í gegnum OTA og hann segist þessi hafa haft ódýrara verð á sinni síðu og svo veltu ég kannski aðeins fyrir okkur á eftir það er svolítið skýringa við billboard-effekt því bara þeir eru með síðuna sína inn á OTA og bíða svo eftir að kúnninn komi á sína eigin síðu og bóki ódýrar. En þetta kemur kannski inn á þessa lágmarksverku eða price parity sem við skoðum eftir. Frábært að fá umsagnarkerfi sem aðeins gestir geta notað, það sé ekki eitthvað hægt að falsa. Og svo þessi góð þjónusta, einstaklingar frá booking.com í þessu tilviki komu og tóku myndir fyrir síðuna, mikil og góð þjónusta frá þeim. Og svo var einhver sem aftur var væntanlega að horfa til svona billboard-effekt, hótelið væri orðið þekktar og sýnilegra. Og svo auðvitað þetta sem kannski líklega er þetta punkturinn sem að flestir nefndu með einhverjum tilteknum hætti að nýtingin hefði batnað, það er að segja það væri hægt að fylla hótelið jafnvel á vetri til ef maður væri til í að auka eins í prósentuna sem maður greiddi í þóknun. Nú, neikvæðu sjónarmiðin, það er alltof blóðugt að borga 15–20% þóknun og skatt ofan á það. Og ætli þetta sé ekki líka að þetta er svona kannski algengasta, þetta náttúrulega er líklegast umkvörtunin af umkvörtununum. Þetta er há tala sem við verðum að borga. Og svo er það þessi price parity klausa sem við tölum held ég á næstu glæri. Hefur að hafa veruleg áhrif. Væri með lægra verð ef hún var ekki. Hún gengur kannski stuttumál út af það að menn megi ekki bjóða lægra verð annar staðar en á bókunarsíðunni. Og er klásast í samningnum milli gististaðarins og bókunarþjónustunnar. Og svo er það þetta að við höfum tekið eftir minni sýnileika eftir brot á price parity og það aftur kemur inn á price parity eða þegar að fyrirtæki brýtur á þessu þar að segja býður lægra verð annar staðar. Segjum að Expedia tæki eftir því að einhver væri að bjóða lægra verð booking eða á heimasíðunni, eitthvað svo leiðis, að þá er í raun og veru refsingin gjarnan í þessu formi. Það er að segja, það er bara ítt á eitthvað takka í tölvunni og þá dettur viðkomandi gististaður niður á síðu 7 í leitinni, eitthvað svo leiðis. Og svo var það með þetta, það væri í raun og veru ógagnsætt hvernig listinn raðast upp og þarna gæti hafa verið einhvern raða sem var með einhvern brot á price parity
en vissi kannski ekki af því að það var ekki alltaf tilkynnt það var lang oftast tilkynnt með einhverjum tölvupósti. Og svo var þetta tekjustýring sem væri hans möguleg, hún væri betri ef ekki væri fyrir OTA. En price parity klausans sem var nú svona ítarlega nefnt hérna á síðustu síðu, hún byggir semst á því að það má ekki bjóða lægra verð annars staðar heldur en á vefsíðu bókunarþjónustunnar. Og þetta nú á að koma í veg fyrir áðurnefndan billboard effekt, eða sem sagt það menn séu með ódýrari verð á heimasíðunni sinni, neytandinn fari inn á þessar bókunarþjónustur, finni hótel sem hún líkar við, fari síðan á síðu viðkomandi hótels og bóki þar ódýrar. Það nú hugmyndi með þessari lágmarksverðkvöð. Og hún samkeppnishamlandi í skilningi hagfræðinnar og hérna erum við með bara fjölda greina sem við erum búin að skoða og reifum ansi nokkra þeirra í skýrslunni þegar hún kemur. En þetta virðist vera nokkuð flóknara viðfangs í skilningi lögfræðinnar og það einfaldlega út af þessu sem ég nefndi þarna í byrjun að það sölustigið ekkert alltaf skýrt. Það ekkert alltaf skýrt hvort að neytandinn að versla við bókunarsíðuna eða gististaðinn, hann að kaupa og þá líka bókunarþjónustan, hún að versla þjónustu af bókunarsíðunni eða þetta einhvers konar hún einhvers konar heildsali eða byrgi fyrir bókunarþjónustuna sem selur viðskiptavinum. Þetta hljómar eins og þetta hafa almennt séð verið svona nokkurn veginn svona eitthvað sem að verið trufla. Og svo það náttúrulega þetta að það í sjálfu sér ákveðið sjónarmið að viðskiptamódel bókunarþjónusta myndi líklega ekki ganga jafnvel upp ef að lágmarksverðkvöðin væri ekki til staðar og allir vissu það að færi hún á Booking, fyndu síðan hótelið á heimasíðu hótelsins og bókuðu það ódýrara þar. Þannig að það nú kannski vandamál hérna. Og kannski bara svona rétt aðeins til þess að nefna það að það sem sagt tvær útfærslur á þessu og gott kannski nefna það aðeins að hérna hafa verið nokkuð dómsmál út af þessu. Það annars eitthvað sem kallast narrow price parity og eins og eitthvað sem kallast broad price parity. Og narrow price parity, kannski byrjum á broad price parity, það nú það sem bara í orðinu felst með þetta að það má ekki selja neinum öðrum ódýrari gistingu en tilgreind á vefsíðu bókunarþjónustunnar. Og hún hefur nú að mestu verið dæmd ólögleg í Evrópu, en eftir stendur það sem kallast narrow price parity og það í því felst að í gegnum beina sölu, segjum að kúnninn hringi í hótelið og prútti, að það má hótelið prútta á móti. Það má semjum lægra verð í svona beinni sölu. Það má bara ekki auglýsa lægra verð, það alveg bara. En það var hérna ákveðin tilraun sem var gerð og ég ætla að leyfa Aron að tala um það. Ok, kannski ekki beint tilraun en það var samt þannig í Phoenix í Alabama og þá ákveðu skattyfirvöld að fara í málaferli við bókunarþjónustur þar sem að þeir þótti að það ætti að borga fullt gjald fyrir gistinóttina en ekki ódýra verðið sem selt á gistuþjónustunum. Skatta. Og það var þess valdandi að OTA-þjónustunnar ákveðu að afskrá öll hótel í Phoenix City. Og það sem að gera þetta svæði rosalega spennandi er það að fylgismörkin eru við eina á sem skilur að sem Phoenix og Columbus í einhverju fylki sem manni hvað Alabama. Nei, það í öðru fylki. Og fylgst var með verðþróun gistinátta á tímabilinu í bæði í Columbus og Phoenix City og síðan nokkrum öðrum borgum sem í kringum Phoenix. Og helstu niðurstöðunum voru þær að ferðamönnum á svæðinu fjölgaði þrátt fyrir að þær væri ekki lengur sýnilegar á OTA-þjónustum. Hótelin voru fengu hærri hagnað og meðaltekjur voru jukust á tímabilinu þrátt fyrir að verðið það hefði hækkað lítið. Og þau hækkuðu verðið lítið að þeir voru hræddir við hvað myndi gerast þegar það væri ekki með bókunarþjónustunnar. Sama gerðist í Columbus fylkinu við hliðina og að þeim ferðamönnum fjölgaði minna heldur en í Phoenix og þetta svæði var það sem var með eina hæstu aukningu ferðamanna á tímabilinu í Bandaríkjunum.
hvergi annars staðar þar sem að fjölgaði ferðamönnum sömu prósentu og yfirleitt fækkaði þeim. Sem að gera þessa tilraun svona, mér finnst hún skemmtilegasta rannsókn sem ég las í þessari skýrslu. Já, og kannski ég segi boðskapurinn sá að ef að ferðamenn myndu ekki finna sér hótel, ef að hótel væri ekki til staðar á bókunarþjónustum, að þá myndu ferðamenn kannski ekki endilega hægt að koma, heldur myndu þá finna ykkur aðra leiðir en og hafa náttúrulega gert í gegnum tíðina. Ok, allavega, hérna hefur við markaðshlutdeild bókunarþjónusta í Evrópu. Þetta sést nú alveg örugglega ekki aftast. Þetta hérna, þetta er sem sagt hérna booking.com, Expedia, HRS, þetta er thiests.hotels.com og hérna sjá, þetta eru svona, hérna erum við búin að brjóta þetta niður á meira heldur en bara hérna, keðjurnar heldur þetta líka hérna minni aðilarnir hérna inni. En ég þarf að halda áfram. Við sem sagt höfum samband, við sendum tölvupóst eða hringdum í 400 rekstraraðila gistaði hérlendis en við fengum þá náttúrulega ekki alveg alla til þessu okkur. Við tókum, eins og áður sagði, opin viðtöl við 15 gististaði og 80 viðbótar og við vorum í tölvupóstsamskipti við þá. Og 9 svör til viðbótar voru fengin úr óbirtri rannsókn MBA-nema við HR. Kann þeim bestu þakki fyrir það og til þeirra verður að sjálfsögðu vísað í skýrslunni. Þeir voru að framkvæma spurningakönnun sama efni. Og aftur við fengum greiðlega ólíkar niðurstöður á milli gististaða, en bara svona svo ég renni létt yfir aðferðafræðina svo að hérna, hún sé algjörlega opin, að við litum til stærðar, staðsetningar og gerðar gististaða, það er að segja hvort erum við með hótel eða eitthvað svona annað form, gistiheimili eða hostel eða eitthvað. Minnigistaðar voru gjarnan með hátt hlutfall bókana en keðjur og stærri hótel mun lægra og það er náttúrulega eðlilegt bara svona í hérna, hvað ég að segja, það er bara í hérna eðlinu þá hlýtur það að verða þannig. Svo notum við tölur frá Hagstofunni til þess að skoða framboð gistirýma og mátum í raun hlutdeild hvers og eins. Og þegar við höfðum stærri gistaði sem ekki svöruðu þá notum við einkenni til þess að reyna að finna einhvern lookalike og miða hlutfalli við þá. Þannig að ef við höfum til að mynda hótelkeðju sem ekki tók þátt í þessu, sem að starfaði í þessum hlutföllum á höfuðborginni í landsbyggðinni, eitthvað svona, þá reyndum við að finna einhvern annan sem var einhvern veginn svipaður og láta hann svona erfa það hlutfall. Og hérna, og svo smærri gistaði sem ekki svöruðu könnuninni, að þeim var í raun og veru úthlutað hlutfalli byggt á vegnu meðaltali í minni gististaða og þá eftir aftur landsvæði. Eða hita, við vorum ekki að taka sérstaklega vestfjörð og hérna austfjörð í sundur, notum heldur svona laukinn, þetta voru til dæmis köldsvæði sem dæmi. Nú, normal sviðsmyndin hjá okkur, hún miðar við 90 milljarða marka og þessi tala hérna, hún er nú bara kannski alls ekkert endilega óumdeild og við hefum kannski eftir að skoða hana líka frekar. En þessi tala er notuð til þess að við getum gefið upp einhvern, hérna bara búið til einhverja krónutölu úr þessum hlutföllum sem að við hérna vönduðum okkur við að hérna púsla saman með að finna í raun og veru herbergjafjölda á öllum þeim herbyggjum sem að gáfu okkur hérna sem sagt svör og svo þeim sem upp á vantaði. Þetta er vegið meðaltal í raun og veru. Og þá sjáum við það að kannski svona meðalsviðsmyndin, þá eru það sirka bát 5,3 milljarðar sem að fara í þóknartekjur til OTA bara af gististarfsemi þessar hefðbundnu hótela. Á ári, þetta miðast við þá í raun og veru 2018. Og ef okkur finnst við þurfum eitthvað að lagfæra þetta, þá sérstaklega kannski með tilliti til tölunar heildarstærð markaðsins, þá munum við gera það. En hlutfallið er orðið nokkuð svona, hvað ég að segja, við erum orðið nokkuð sáttir við matu okkar á hlutfallinu. Sem var nú það sem var kannski mesta óvissanum í því þegar við vorum að meta þetta. Nú,
meðal þessara niðurstana sem við erum með og eru koma til með að verða fleiri þegar skýrslan kemur út, að bókunarþjónustur þær hafa sannlega nýst minni gististöðum til þess að ná til neytenda og líklega renna ríflega 5 milljarðar til bókunarþjónustu frá hérlendum gististöðum þó mati sé að háð nokkurri óvissu og hér vantar glæru, allavega. Aðrar niðurstöður eru það að þetta í raun og veru, aðrar niðurstöður eru það að þetta í raun og veru, við erum að tapa þá úr landi þessum 5 milljörðum sem gætu verið ef við skoðum lægra og hærra mat, einhvers staðar á milli 4,1 og 7,5 milljarðar, að við erum að tapa þessum peningum í raun og veru mestmegnis úr landi af því þetta eru yfirleitt erlendir aðilar og þetta eru þá gjaldeyristekjur sem við fáum ekki inn í landið. Ýmislegt þetta að gera fyrir það. Við höfum nokkra tillögur sem eru kannski partur af niðurstöðunum líka, það er það að Samkeppnisyfirvöld skoði markað bókunarþjónustu í gististarfsemi. Tölum við Samkeppniseftirlitið, það var ekki búið að gera það þó að þetta sé tölvist búið að skoða þetta í Evrópu. Það þarf að fá reglur price parity skýrðar nánar í íslenskum samkeppnisrétti og meta líka hvort samningsákvæði eignarhald upplýsinga teljist samkeppnishamlandi af því að það er ekki hægt að marka þetta beint til kunnanna sinna ef maður hefur ekki upplýsingar hverjir þeir eru. Og svo verði metið hvort tiltekna bókunarþjónustur séu saman í sitt hvoru lagi markaðsráðandi, en það myndi það ráða einhverju það hvernig meðhöndluð þeirra fyrir í gagnvart samkeppnislögunum væri. Fyrirtæki í gistiþjónustu, þær þurfa að gera einhvern ábyrgan fyrir því að halda utan greiddar þóknartekjur og vita hverjar þær eru og þá sjálfsögðu eftir efnum að reyna að lágmarka þær. Þannig að upplýsingar verði tiltækar þessum stjórnendum sem að taka síðan ákvarðanir það hvernig gististaðurinn skuli rekin. Þetta er kannski eitt af mikilvægasta sem við viljum senda til gististaðana beint. Og svo höfum við að síðustu eina tillögu og það er það að einhver sem er opinber eða hálfopinber búi til einhvers konar bókunarþjónustu, einhverja bókunarvél, ekki bókunarþjónustu, kannski bókunarvél. Hún þarf ekki að vera flókin, við erum með 2 útfærslur sem að okkur þetta er eiginlega hugmynd sem við byrjuðum með strax í byrjun á rannsóknarinnar og við vorum alltaf skotnir niður með hana en samt hangjum hann inni af því að við erum svo þrjóskir. En sem sagt, hugmyndin er sú að við gætum haft bara einfalda bókunarvél og bara fyrir þá minni staði sem hafa ekki í raun og veru efni á því eða finnst að vera dýrt að halda út í sinni eigin bókunarvél og vísa bara ef menn hringja og spyrja hvort þeir geti bókað herbergi og vísa þeim bara á booking.com eða expedia.com að þeir hafi þá geti allavega bent á bókunarvél. Þessi bókunarvél þyrfti að sjálfsögðu vera tengjanleg við þessi helstu kerfi sem hótel nota og gististæðir. Eða þá að fara í einhverja metnaðarfullri bókunarvél sem að væri þá þyrfti að vera í einhverjum tengslum við lykilaðila í íslenskri ferðaþjónustu að því einhvern veginn þyrfti að fá túristana inn á síðuna, það er það mikilvægasta og þá er það kannski sérstaklega þessir höfuðseglar sem til dæmis sem þurfa aðgangsstýra. Við nefnum hérna Bláa lónið sem bara gott dæmi það, ef þeir eru að einhverju leita aðgangsstýra þá ef þú þarft að aðgangsstýra þá getur þú farið þarna inn og þá ertu búin að ná túristanum inn á þá síðu sem þarf til þess að eru bóka framhjá þessu þóknunarkerfi og bara svona rétt að þetta eru síðasta glæran og þarna vil ég kannski benda ykkur á að það sem væri að sparast með þessu væri vissulega einhver partur af þessu hérna. Af því þetta er náttúrulega kostnaður sem bókunarþjónusturnar hafa. Bókunarþjónusturnar ekki rekna með mjög miklum excessive hagnaði. Af því það borgar svo mikið hér. En það er spurning hvort að einhver getur fundið leið til þess að koma svona síðu á framfæri við ferðamenn sem koma til Íslands, til dæmis í tengslum við og í samstarfi við þá sem þurfa aðgangsstýra, án þess að láta þennan kostnað af hendi til leitavéla. Og
nú var ég að fá 1 mínútu merki, þannig að ég hugsa að við bara þökkum fyrir okkur í bílinn, en kannski tökum spurningar eða ekki? Jú, endilega. Já. Jú, endilega. Það er virkilega fullvistar af fólki með fullt. Ein hérna aftast. Já, ég gengur með mækinn. Ég byrja fólk að tala hátt og skýrt og tala beint í mækinn og kynna sig. Góðan daginn, ég heiti Jón Heiðar. Ég er að velta fyrir mig þegar ég segi þarna að bókunarþjónustu sé ekki reknað með excessive hagnaði. Á sama tíma töluðum að í fluginu hvað sögðu voru 2% bókunarþóknarnir og upp í 35 í sem sagt afþreyingu. Hvernig getur annar geirinn verið með 35% þóknun og ekki skila hagnaði ef annar gengur úr 2%? Já, það er afskaplega áhugaverð spurning, en ég gerir ráð fyrir að þeir sem að reka bókunarþjónustur í flugi, þeir séu ekki að kaupa þessi leitarorð sem að eru í raun og veru verið að kaupa í þeim tilvikum. Einfaldlega af því að það er í raun og veru, það er svo mikið, svo svakalega rík krafa mjög þunnt svona overhead í flugrekstri að ég gerir ráð fyrir að það myndi bara væri módel sem myndi líklega ekki ganga, en bara ef við skoðum rekstrarreikninga þessara keðja þá sjáum við það að þær eru að eyða alveg gríðarlega miklu í leitavélabestun og í leitarorð, og þetta er eitthvað sem að líklega er ekki gert í flugrekstrinum. Líklega þurfa menn að kunna nöfn á síðum eins og Dohop eða eitthvað til þess að einfaldlega finna þær síður eða ætla að gera verðsamanburð á flugi. Auglýsi minna. Já, eru fleiri spurningar úr sal eða á netinu? Halldór? Þarna, já. Byrjaði að kynna þig. Já, ég heiti Ólafur Freyr hjá Samkeppniseftirlitinu. Mig langaði að vita hvort þið kanna að þið voru að tala um svona virðisaukningu og fleira. Ef aðilar hefðu farið út í það sjálfir afla tekna, hvaða kostnað hefðu þurft að leggja út í? Er ykkur áætlun um það hvort að það hefði verið sambærilegt og kostaði þá að láta taka þetta gjald í bókunarþjónustunni eða hefði það verið lægra eða herra eða var það eitthvað að skoða? Já, við erum ekki búin að skoða það með beinum hætti nákvæmlega hversu margar krónur búa til í kostnað við afla tekna búa til hversu margar tekjur, en það er það gríðarlega ólíkt á milli gerða gististaða, staðsetningar á landinu og fleira. Og það sem er kannski mestu skiptir er það svo óbáslega ólíkt hlutfallslega eftir stærð gististaðarins. Við getum alveg ímyndað okkur það ef við værum með einn starfsmann í vinnu og segjum að þetta sé agalega fínn sérfræðingur og hann kosti með öllum launakostnaði 15 milljónir ári í að hafa hann í vinnu. Þá sjáum við það að við þurfum ef við erum að borga 15% í commission, þá erum við þurfum að vera með 100 milljónir í veltu fyrir vask til þess að borga honum sín laun, og þá er alltaf bara spurning ef við erum með mjög stórt fyrirtæki að það þýðir það að 15% af veltu fyrir vask eru opaslega margir starfsmenn, að meðan að fyrir lítinn gististað þá er það opaslega fáir starfsmenn eða engin starfsmæður, og þá erum við kannski stödd í því að líklegast fyrir lítinn gististað þá er ekkert galið að nýta þessa þjónustu til þess að sækja sér viðskipti, en það sjáum við miklu hærra hlutfall hjá litlum gististöðum heldur en stórum. Fleiri spurningar? Já, aftast. Já, góðan dag, Valgeir heiti ég og kem frá Pepar TPF að auglýsingastofu. Tvennt sem ég var að velta fyrir mér, annars var fyrirlesturinn kynntur sem OTA og ferðaþjónustu. Ég sé allt bara gististaði í þessari kynningu. Þannig að ég spurði hvort þið skoðuð einhver aðra geira, og eins þá hafa einhverjir aðilar ákveðið að hætta að nýta OTA og hvort þið skoða hver munurinn var hjá þeim versus hjá öðrum.
Já, eins og við byrjum á því að þetta átti í raun og veru upprunalega að hafa áherslu, kannski byrjum á því að við þrengdum okkur niður, eins og kannski kom inn á glærinu hérna framalega, að þrengdum okkur niður með því að við værum með aðalega horft til gistimarkaðar og svo litum við fram í þessari heimagistingu. Það var í raun og veru kannski það sem við skorðum okkur niður á. Og það að við höfum hitt aðila sem í annars konar bransa, við höfum hitt einhvern í bílalegu, við höfum hitt einhvern í afþreyingu og við skoðum það alveg til hliðar líka, en það var eins og ég segi, við fórum ekki það að reyna að meta áhrifin þar. Dæmi til dæmis, eins og ég hef nefnt, varandi afþreyingu, að þar erum við að tala eitthvað sem væri gríðarlega verðugt rannsóknarefni, sérstaklega, þar prósentan, það að segja þóknunarprósentan, hún svo agalega há, 35%. Og þar getum við séð að það nú markaður þar sem að bókunarþjónustur hafa líklega meiri neikvæð áhrif heldur en nokkuð tíman í gistiþjónustu. En það ekki að finna í raun og veru svo tölulegt mat eða ítarlega úttekt á öðrum greinum í ferðaþjónustu í þessari skýrslunni. Varðandi seinni spurninguna, að það rosalega erfitt að finna gististaði og hótel á Íslandi sem ekki á bókunarþjónustu. Ég veit 2 staði íslenska, 3 staði, og síðan veit ég að því að það í Tíról þar sem nokkur hótel ákvað að stofna sína eigin bókunarþjónustu, en það engin rannsókn sem ég fann eftir fjölda mánaða leit sem að skýrir þann mun og hvernig þeim hefur hagnast og gengið eftir það. En ég get hins vegar sagt að þeir birtast svona 4. leitin leitar að hótel í Tíról á Google. Og þar af leiðandi frekar auðvelt að finna með að við kannski að fara að leita að öðrum hótelum sem ekki. Og síðan náttúrulega má ekki gleyma því að núna ég búinn að googla Booking, Expedia og TripAdvisor rosalega mikið og ég hef ekki hugmynd hvernig þeir eru búin að mappa mig út þegar ég fer að leita núna. Þannig að þótt að ég leita að einhverju þá þýðir ekki að ég fá þessu niðurstöðuna. Já, en allavega það sem kannski kemur svolítið út úr þessu að við erum líka með svolítið margar rannsóknir frá þessum aðilum sem þeir búa til rannsóknir sem sagt bókunarþjónusturnar og flæða svolítið markaðan, þannig að við þurfum að sikta mjög vel út þar sem við tökum af rannsóknum annars staðar frá. En eru fleiri? Var komið svar? Það einn spurningin á netinu, það spurt hvort þú hafi prófað að bóka erlendis í gegnum OTA. Það var vandalega að vera að vísa það hvort það sé eitthvað öðruvísi heldur en hér. Já, prófaði það. Ég reyndar fékk ekki aðra niðurstöðu í það tiltekna skipti sem ég prófaði það. Við vorum ekki að gera það sem kerfisbundið frá mörgum löndum, en það var bara að prófa einu sinni í gegnum VPN-þjónustu. Eru fleiri spurningur úr sal? Mér dettur hvort við ætlum að nota síðustu myndunar og leyfa ykkur að fara aðeins betur yfir þessar tillögur til úrbóta og leiðina út úr þessu. Ekki nema að séu spurningar hér sem að það ein hérna, kannski taka það fyrr. Ég svo spennt fyrir hvernig við getum lagað þetta ástæð. Það tengist í svolítið. Já. Leifur heiti ég, varðandi samkeppniseftirlitið. Það búið að skoða eitthvað Booking og þessu reglugerðir sem þeir settu á eða? Já, við erum með samkeppniseftirlitið í salnum en ég veit ekki hvort ég bestur til að svara því, en það hefur líklega ekki verið mjög mikið skoðað, en kannski Það bregðast þessu? Já. Já, Ólafur heiti ég. Það þannig að það hafa mál verið til rannsóknar í Evrópu víða í Heyristylla. Ég hérna inni. Og við höfum fengið ábendingar hér á landi en höfum líka jafnframt fengið þau svör að eftir að það var unnið í þessu í Evrópu þá hafi þessar bókunarþjónustur aðallega sig að því hér á landi og þannig að þetta ekki svona í formlegri athugun sem stendur en ef það þannig að það kemur eitthvað fram sem að einhverja frekari ábendingar þá náttúrulega skoðum við þær. Já, og kannski þessu tengt og spurningunni líka sem Gunnþór kom með varandi einhverja tillögur
þá er það náttúrulega það að þær tillögur eru náttúrulega líka ákveðið nú er þetta eitthvað frá síðan mér. Allavega tillögurnar sem við erum að koma með eru náttúrulega líka ákveðið samkeppnismál upp á það hvort að slíkt sé leyfilegt ef við tökum til að mynda og segjum að það væri sniðugt af hálfopinberum aðilum að opna íslenska bókunarvél til að mynda. Þá er það að sjálfsögðu einhvers konar samkvöld milli margra fyrirtækja eða hins opinbera eitthvað á einhvern máta. Ég meina það eitt og sér er þá líka eitthvað sem að kannski þyrfti að skoða og þess vegna höfum við líka þessa tillögu að fá kannski reyna að hvetja samkeppniseftirlitið til þess að búa til einhverja svona ákveðnar reglur í kringum þetta fyrir okkur svo við getum unnið betur með þetta, bæði þá varandi þessar lágmarksverkfæðir en líka þá varandi það hvort það má búa til íslensku bókunarþjónustuna og hvort að það sé þá háð því að einhver tiltekinn aðeins og ríki gerir það frekar heldur en fyrirtækin í greininni. En það sem sagt í raun og veru þýðir það ef að kannski heldur áfram ok, það er komið. Það sem að skiptir höfumáli til aftur gerði þetta Aron, þú mátt bjarga mér þessa glæru. Það sem skiptir höfumáli er það að það þarf að fá það þarf að koma neytendanum inn á síðuna. Án þess að bara fara að borga sama kostnáð þegar borgaður af einhverju erlendri bókunarþjónustu, beint til Google og sleppa milliliðinu. Það myndi ekki vera lausnin á þessu. Frekar væri lausnin á þessu einmitt að reyna að komast hjá því að þurfa að borga svona miklar þóknunartekjur bara yfirleitt, hvorki til þá bókunarþjónustuna en heldur ekki til leitavélana sjálfra og til þess að gera það þá náttúrulega þyrfti það að vera þannig að einhverjir aðilar þar sem að menn fara í þar sem túristar þurfa að fara þegar þeir koma til Íslands til dæmis aðgangsstýringarsíðurnar eða þar sem er aðgangsstýring að þar verði í raun og veru á sama tíma það verði á sama stað og þessi bókunarvél og það er í raun og veru ein hugmyndin og hitt er náttúrulega það að kynning á Íslandi gæti náttúrulega farið fram í tengslum við það að svona bókaru ferðaþjónustu á Íslandi hvort sem það er þá gisting, afþreying, bílaleigubíll, etc. Já, ég held að við erum að stoppa hér þetta og formlega tillögur. Þakka ykkur kærlega fyrir. Ég segi þessu lokið. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Næsta kynning hjá Ferðamálastofu og Íslenska fararklasanum verður 5. apríl og dagskrá hennar er svolítið upp í loftinu. Það var einmitt að koma fram að sá sem átt að kynna þá getur ekki kynnt en mögulega kynnum við þá viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu og ferðamennsku á Íslandi á Suðurlandi. Allt er fína, en takk kærlega fyrir komuna. Heyrðu, ég glemdi mig að tíma, ekki? Mín tölva, sko. Já.